Guðmundur, til hamingju með þennan sigur. Hvernig fannst þér þessi leikur þróast? Já, hann var nú bara mjög góður á okkar hálfu. Ég satt að segja var ég gríðarlega ánægður með leikinn. Í fyrsta lagi þá spiluðum við mjög góða vörn og vorum aggressífir og hreyfanlegir og við fengum líka góða markvörslu þarna í byrjun. Keyrum á þá hraðaupphlaup eins og við vorum búin að plana. Við keyrum eiginlega í hvert einasta skipti sem við gátum og pressum þá og við vissum að þeir voru þreyttar en við. Þeir hafa aðeins færri leikmenn heldur en við og ég var búinn að rúlla liðin allan tíman. Síðan var ég sáttur við sóknarleikinn eiginlega lengstum. Hann var mjög góður og útfærður á þann hátt sem við vorum búin að leggja upp með og ég er mjög ánægður með leikmennina mína. Hvernig þeir eru búin að klára þessi síðustu 2 leiki. Þeir eru búin að sýna alveg ótrúlegan karakter og sigurvilja að koma tilbaka eftir ákveðið vonbrigði auðvitað á móti Spánverjum. Það var mikil vonbrigði fyrir okkur og alla dönsku þjóðina en svona er þetta í íþróttum að stundum fer þetta svona og við töpuðum með 1 marki á þegar 2 sekúndur voru til leiksloka en nú mætum við raunverulega algjöru toppliði um 5. sætið. Svona er þetta. Þetta fyrirkomulag þessari keppni það er náttúrulega það er hætt á að svona geti gerst vegna þess að maður má ekki misstíga sig í eitt skipti, þá er maður úti. Þú ert náttúrulega með mjög gott lið, það sýnir bara að þú bekkjar Lasse Svan sem var með 13-13 í gær og það kemur bara maður í mannstað. Já, það hafði nú sínar ástæður. Það var svo sem í fyrsta lagi er Hans Lindberg frábær leikmaður og hann sýndi stórkostlegan leik í dag, gríðarlega örugg með 100% nýtingu. Gerði mjög flott mörk þannig að ég er ekki flæðiskeri staddur þar. Þannig að það var ákveðið að það myndi vera þannig og Lasse hann hefur örugglega verið með verk í öxlinni eftir öll skotin í gær.